og áframhaldum föstudagsþáttinn. Ég mætt með Harald Þór Egilsson og Skafta Hallgrímsson frá Minjasafninu á Akureyri. Og hvað ætlið þið að segja mér frá? Heyrðu, við erum að opna stóra sýningu tónlist á Akureyri, tónlistabærin Akureyri. Sem við opnum bara á morgun. Á morgun? Já. Klukkan 2. Já. Og hver svona hugmyndin á bak við þetta? Hugmyndin hvernig setur maður upp sýningu tónlist, sko? Og af hverju tónlist? Jú, af því að það er bara svo miklu að taka svona þegar maður fer að skoða. Það er svo, Akureyri bara svo mikill tónlistabær. Og þegar við vorum svo að leita ykkur að sýningarefni, þá var þetta hugmynd sem að flaug í kollinn á mér. Og það er sko að verða 4 ár síðan og við byrjuðum svona að þróa hugmyndina og vinna þessu. Svona skerpa á henni og finna hvaða fókus ætti að taka. Við ætlum sko að taka allan Eyjafjörð, svo komumst við bara að því, nei, það var aðeins svo mikið. Heldum að við kemumst upp með að taka bara Akureyri. En fljótlega sáum við að það er af svo gríðarlega miklu að taka og svo fjölbreyttu efni að við enduðum á því að gefa út blað og sýningu. Já, það er ekkert skemmtilegt að koma á sýningu og sjá sko og lesa hana alla, sko. Þannig að það var bara nærtækt að fá besta manninn á svæðinu til þess að hjálpa okkur við að skrifa þetta blað. Já. Og hvernig byrjaðir á þessu öllu saman? Hvar byrjaði maður á tónlistasögu Akureyrar? Setjast niður og klóra sér í hausnum bara. Ég var með hár þegar við byrjuðum, sko. Já, akkurat. Ljósa slöngulokka. Já. Já, þetta er náttúrulega, ég man ekki hvernig ég byrjaði. Það er bara hugsa, kannski rifja upp einhvern byrjunarpunkt og vinna sér svo bæði aftur í tíman og fram í tíman. Þetta var alveg, eins og Halli sagði á hann, ótrúlega merkileg og mikil saga. Alveg frá því seint, við byrjum seint á 19. öldinni og alveg til dagsins í dag í raun. Þannig að þetta er margt sem að man eftir sjálfur og þekkir en líka alveg gríðarlega margt sem að kemur mér og örugglega mjög mörgum á óvart. Og hvað var það helsta sem þú manst eftir, sem hvað var mest á óvart? Já, eitthvað sem ég vissi nú ekki að var búin að gleyma minnskosti, svona það sem Akureyringar geta montað sig af, fyrsti karlakórinn sem fór til útlanda var akureyriskur. Já. 1905 altså. Fóru þeir í rúmlega mánaðarferð, sigldu til Noregs. Fyrsti barnakórinn sem fór til útlanda var akureyriskur. Og örugglega meira eitthvað svona fyrst. Akureyringar eignuðust miðja síðustu öld Norðurlandameistari í harmoníkuleik. Vá. Sigraði í þeirri keppni með miklum yfirbörðum. Ég veit ekki hvað ég á að tína meira til. Allir muni eftir hljómsveit Ingimars Eydal. Bravo. Hvað er það langur þáttur? Bravo, strákarnir 12-13 ára gamlir sem hituðu upp 8 sinnum fyrir bresku hljómsveitina Kings í Austurbæjarbíói 1960 og ég man ekki alveg hvað, 5. Það er mikil saga í þessu. Ótrúlega mikil saga og býsna skemmtileg, ég get alveg fullyrt það. Og hvernig er þessi sýning? Hvernig mun hún fara fram? Hvað gerir maður? Maður mætir á Minjasafnið. Já, við erum bæði að sýna náttúrulega skemmtilega gripi úr tónlistasögunni og svo erum við með myndir og náttúrulega blaði. Það er búið að breyta salnum svona eiginlega í tónlistarhús. Þannig að þú getur skoðað sýninguna, svo getur sest niður, gefið tíma, lesið í blaðinu, skoða, lesið það sem þið langar að skoða og hlusta. Svo erum við með skemmtilegt svið sem bæði er uppstillt með gripum. Og koma tónlistamenn? Það er hugmyndin. Okay. Það er allavega komið og ég meina alls konar tónlist sem verður með þarna. Það verða flamenco-tónleikar þarna í júlí. Já. Hver hefði giskað á það? Og nú í Minjasafninu Akureyri eru flamenco-tónleikar. En það er bara málið með tónlist. Þetta er ekki einhvað sem er fryst í tíma, hún er að gerast núna. Og það var eitt af því sem við vorum líka í vandræðum með að fanga. Hvernig fengum við sko nútímann? Og allt þetta unga tónlistafólk sem er á senunni núna. Og hvernig finnst þú út úr því? Það er nefnilega málið. Sýningin verður, hún stendur í 2 ár og hún er svolítið lífræn. Þannig að hún þróast áfram. Þetta er ekki bara sýning sem opnar, hún er eins næstu árin. Þetta er ekki bara einn dagur? Nei, þetta er ekki bara, hún verður ekkert eins endilega sko eftir mánuð. Þannig að gripir koma og fara. Það verða nýjar áherslur, við setjum sviðsljósi kannski á nýja listamenn eða einhverja ákveðna tegundatónlist.
í gær fór ég til dæmis og hérna heimsótti mann sem á risastórt gítarasafn sem að, þú veist, við munum sýna eina helgi eða eina viku. Já. Áðan þegar ég var komið vinnuna hringdi síminn og það var maður sem að benti okkur á þegar voru sýndar þöglar kvikmyndir, þá voru spilaðar sko á plötum, á grammófón. Þessi grammófón til ennþá í bænum, þannig að svona alls konar svona sem koma inn á sýninguna, fara út. Og eins og ég segi, svo náttúrulega bara tónlistarfólk sem að semja tónlist í dag sem við viljum fá inn á sýninguna til þess að bara hafa þetta lifandi. Og verður þetta nútíma tónlist eða er þetta tónlist frá þessum gömlu tímum eða hvernig verður? Það getur verið alls konar sko. Og til dæmis það sem við leikum að plötum alveg, veist, alveg frá því sem var gefið út í fyrra, veist, 78 snúningaplötur og allt mögulegt sko. Og kostar eitthvað inn? Já, það kostar auðvitað inn sko. Það sjálfsögðu, mikil vinna á baki. Mjög mikil vinna á baki. Fólk getur keypt blaðið til dæmis, það kostar nú bara 1000 kall sko. Já. Heilmikið efni í því. En svo mælum við nú með því að fólk kaupir sér sko miða á öll söfnin okkar saman. Fær það fyrir 2200 kall sko. Þá færðu aðgang á öllum söfnunum 5 sem að heyra undir minjasafnið. Og kemur bara eins oft og þú vilt. Já, í heilt ár, ekki? Heilt ár. Í heilt ár? Já. Þannig ég geti bara mætt hvenær sem ég vildi. Það hugmyndin, bara koma eins oft. Ekki á nóttinni. Nei. Þá öryggisvaktin bara á staðnum, en það opið hjá okkur alltaf 10-5 sko. Ok, frábært. Takk fyrir að segja okkur frá þessu. Ég er mjög spennt að kíkja á þetta og við hvetjum alla til þess að gefa slíkt sama. Og sé eitt. Já. Það kemst ekki allt að. Ef menn átt að segja að það er ekki eitthvað til dæmis í blaðinu sem áttu vona á, þá er það bara vegna þess að það kemst ekki allt að. Akkurat. Kannski bætum við. Við byrjuðum ætlum að byrja með svona lítið snoturt bara blað. Já. Man nú ekki hvað það voru margar síður, en það enda í 72 síðum sem er svona dálítið mikill pakki. Grunnur að góðri bók. Já, akkurat. Akkurat, og kannski endar í því. Hver veit? Vonandi. Já, það er ekki ólíklegt. Akkurat. Ef einhver á pening og til ég að styrkja eitthvað. Akkurat. Frábært. Bara takk fyrir að segja okkur frá þessu. Ég er spennt að lesa þetta og spennt að koma á minjasafnið og takk kærlega fyrir. Takk fyrir mig.